heiti Elsa Ég heiti Jonni. og við erum sögukastið. Verið velkomin í dag. Já, í þennan 12. þátt. 13. Nei, 12. 12. jú. Ég held að þurfum bara að hætta að segja hvað þáttur er. Já, þetta er þáttur á sögukastunni. Oh my god. Þið fyll inn í hugunum ykkur. Við munum allan að skrifa það rétt. Já, Ef við já. gefum þáttinn út. Já, 100%. Og, ja, vonandi. Já. Já, ég var að vera að pæla, þú veist, hvað mér líður eins og við þurfum að gera eitthvað svona spes fyrir 50 þáttinn. Eins og hvað. Ég veit ekki, þetta er bara 50, þetta er svona stór tala á Við getum verið, þú veist, 50 and tipsy. Já, ég er til. Það er þetta mjög skemmtileg hugmynd. Ég bara, já, Mögulega. það verður ekki. Mögulega, það er rétt. Og já, ég veit ekki hvort við verðum tilbúin fyrir þátt 69. Ég ætla ekki eins og kommenta á þetta. Nei, bara ég ætla ekki eins og viðurkenna þetta. Nei, ok, Já. ég sagði ekki neitt. Nei, þú sagðir ekki neitt. Allavega, byrjum við svo vanlega með spurningu Mhm. sem þú veist alltaf jafn spennt fyrir. Ég býð spennt í hverju viku. Já, algjörlega. En þetta er svona aðeins opnaður spurning, heldur en vanlega. Ertu að fara að láta mig hugsa núna? Ég er ekki í besta ástandinu til þess að vera eitthvað að hugsa eitthvað svaka djúpar pælingar. Þetta er ekki djúpa pælingar, en það er svona margt sem kemur til greina. Já. Og nei, já, ég ætlaði bara að segja ég var bara lendur frá Bandaríkjunum í morgun og fekk lítinn svefn. Já. Það er bara það, þannig að þá er hausinn ekki Eins og heyrist. Hann er bara sem ekki til finnst mér að ég er staðar. búin að skrifa þetta mál. Já, Já, þannig að hausinn er ekki tilbúin fyrir einhverjar djúpar alvarlegar spurningar. nei. Nei. En ég ætla samt að spyrja þig. Hvaða fatastíl eða eitthvað spes föt myndur vilja að kemur aftur í tísku? Við erum búin að sjá að Ég það held er að oft... veitir þetta. Okay. Erum við að tala um eitthvað svona historical eða bara... Þetta má í rauninu vera hvað sem er, en þú veist, ok, ekki taka þú veist eins og flare jeans, þú veist, Já, þar eru nei. alltaf að koma, skilur, en þú veist, það er meira svona pæling, eitthvað svona aðeins, þá öðruvísi, eitthvað sem er ekki alveg, Sko náttúrulega fyrsta sem kemur upp í hausin á mér eru svona kjólar frá 1700. það er alltaf geggjaðir, Um, ég er að tala um það var svona Regency, hana Bretland. nei, ég er að tala um Marie Antoinette. Já, ok. Það eða svona pin-up stílinn, eða skilur við svona þannig snið. Já, hann er mjög flottur. En samt er hann eins og House of CB svolítið farin að vera með þannig snið á kjólum. House of CB, þekki ekki alveg. Nei, þú veist ég hvað er. Það eru eitthvað sem þetta ekki. En það er svona kjóla framleiðandi í Bretlandi. Jú, það er Bretlandi. Jú, minnum við á sig í Bretlandi. En þau allan að gera svona meira svona feminine stíl. Algjörlega. Já, ég held að sé það. En þú? Það er svona, Ég held ég veit hvað þú myndir segja. nú hvað? Nei, segðu þú þitt fyrst. Ég ætla ekki að gefa þér svarið. Ok. Sko, fyrsta sem ég dætti í huga er svona, hvað maður að segja, flashy hattar. Það var alltaf gaman að sjá fleiri með þannig. Oh my god. Nei, ég sé bara Willy Wonka fyrir mér. Ég til dæmis. Ég held þú myndi segja svona Peaky Blinders. Já, ertu að tala um svona tweet, Það það er náttúrulega alltaf gaman. Það væri gaman að sjá fleiri í þannig. 100%. Já, þú veist, hvað maður að segja, fatastílinn í dag, hann er svo bundinn tímanum sem við erum á, ef þú skilur hvað ég veit. Basically- Ég er ekki sammála. Ég veit, þú veist, eins og það er 90s tískan að koma aftur og early 2000s tískan að koma aftur. Nei, en það sem er svona helst núna er capsule wardrobe. Það sem var með tímalausar flíkur í raunin sem virka við allt. Það er svona sem ég hef verið að reyna að koma þér út í. Já. Ég er að vinni. Já. Þannig að það er rosa inn núna. Þannig að það er svona tímalaust virka við allt, getur dressað upp, getur dressað niður.
algjörlega. Já, það, þú veist, ég er alveg sammálaður að, þú veist, tweed, jakkaföt og svona eru ógeðslega flott, eru bara ógeðslega heit og ég er ekki alveg maðurinn í það, en þú veist, ég var náttúrulega alveg til í, þú veist, eins og já, að fleiri væri í, þú veist, eins og skyrtu eða, þú veist, svona stílhreinni fötum. Já. Það væri gaman að sjá meira af því. Ekki segja að heitt sé eitthvað sérstaklega ljótt. Nei. Það er bara... Það er svona, þessi svona gamli class. Já, sem oft vantar. Já. En þetta gæti verið svolítið langt í dag, þannig að ef ekki bara henda okkur í þetta. Jú, gerum það. Í dag ætla ég að fara að fjalla RuPaul Andre Charles. Betur þekktur sem bara RuPaul eða Mama Ru. Eða The Queen of Drag. Já, ég kem á því eftir smá. Ekki fara fram á þér. Ok. En hann er ein þekktasta dragdrottning í heiminum í dag og hefur verið titlar Queen of Drag. A drag queen. Ertu bara að segja allt sem ég er að fara að segja í guðanum bænum? Ok, náttúrulega við bæði þekkjum RuPaul frekar vel. Ég veit það, en þú bara fara svolítið fram á þér. Ok, fyrirgeðu. Allavega hana. Ásamt því að vera dragdrottning er hann einnig leikari, söngvari, framleiðandi, rithöfundur og sjónvarpspersóna. Nóg að gera. Það er einmitt svo geggjað þegar hann er í viðtali hjá Jimmy Fallon. Ég held að þetta myndi koma ógeðslega miklu seinna. Og er að tala að vera á forsíðu Vanity Fair. Finnst þú að hafa eðilegt þetta? En Jimmy Fallon segir að þetta sé í fyrsta sinn sem dragdrottning prýði forsíðu blaðsins, sem er satt. Og Ru svarar mjög hneyksluð, a drag queen? A drag queen? Já. Og andlitið á Jimmy Fallon, hann er bara, ó nei, það verður að fara að cancela mér. En þá segir Ru, bitch, I'm the queen of drag. Svo góð lína. En ég skal setja inn linka að viðtalinu, þannig að fólk geti horta á þetta. Þetta er ekki langt, en þetta er geggjað. Þetta er bara einhverja 3 mínútur. Geggjað moment, sko. En þið verður eiginlega að kíkja á þetta. Þetta hefur verið skemmtilega ef þegar Jón ekki skemmt þetta, en allt í góðu. Mér dætti ekki huga og myndi byrja að tala þetta. Er þetta málið þitt eða málið mitt í dag? Viltu lega mér halda áfram? Ég ætlar að fara að segja meira. Ég skal bara hætta að tala. Takk. Takk. Nei. Ok. Dís. Þetta var djók. Svona hálfpartinn. If the shoe fits. Heldum áfram. Ég elska að ég sé búin að segja þetta 2 frá núna og ég er búin með 2 efnisgreinar. Þetta er rosa flott þér. Hann er með raunveruleika þættina RuPaul's Drag Race en hann framleiðir, stjórnar og er dómari í þeim þáttum. Í þáttunum keppast dragdrottningar að verða America's Next Drag Superstar. Keppni snýst að taka þátt í allskis áskorunum og það getur bara verið allt milli heims og jarðar. Já, bara nefndu að það hefur gert það, sko. Já, og svo þarf, sem sagt, ef þú ert í botninum þá þarf það að lipsynka fyrir lífinuðinu. Það sem er, sem sagt, basically bara að dansa og þykjast syngja nema þær fara all in og svo að lokum þarf að lipsynka fyrir The Crown. Já, það hefur ekki alltaf verið. Eða er ég að segja mikið núna? Nei, þú ert ekki að segja mikið núna. Já. Nei, það er allan í amerísku. Já, ég veit, það hefur ekki alltaf verið sem sagt í seríunum að þú þurfur að lipsynka fyrir The Crown. Það kom ekki inn fyrir hann í seríu 7, 8 eða eitthvað. Já, allan hana. Alls eru komin 16 seríur af þáttunum en svo er einnig heill hellingur af spin-off þáttum sem hafa komið í kjölfarið. Á ferli sínum hefur RuPaul unnið til fjöldaveluna meðal annars 14 Primetime Emmy. Jesus. En hann er sem sagt
með flest verðlaun, Emmy verðlaun, sem manneski af dökkri hörund. What? Í alvörunni? Já. Damn. Ég vissi það ekki. Svo hefur hann einnig unnið 3 GLAAD, G-L-A-A-D Media Awards og 1 Critics' Choice Television Award. Það er ekki talað. Og 2 Billboard Music Award og 1 Tony. Jesus. Ég veit. Vá. Ég held að vera búin að telja upp annars sko. En þetta er svona það sem flesti tengja við þegar þeir heyra nafni RuPaul. En í þessum þætti ætla ég að fara aðeins dýpra í það hver RuPaul er og hvernig hann komst á þann stað sem hann er á í dag. Gekja. Það verður kannski smá ruglingslegt en við munum bæði tala RuPaul sem kallkinn og kvenkinn í dag en það er vegna þess að, þú veist, jú, hann er kall en það er alltaf talað RuPaul dragdrottninguna sem hana. Já. Þannig að oft fer þetta allt í eitt graut. Já. Í rauninni hvert einu skipti sem við segjum hann þá líka þetta sé að hún. Já. Þannig að, já. Byrjum á byrjunni. Hann fættist þann 17. november árið 1960 í San Diego, Kaliforníu. Foreldrar hans eru Ernestine, kölluð Tony og Irving Charles. Saman áttu þau 4 börn, RuPaul og svo 3 stelpur. En þau skilja svo árið 1967 þegar RuPaul er 7 ára. Og ég mani mig þegar ég svona fór fyrst að eitthvað skoða RuPaul fyrir einhverjum árum að það kom mér svo óvart að hann actually heitir RuPaul. Já, það kom mér líka óvart og kannski fyrir þá sem þekkja dragst, þú veist, bara senuna í þannig en þá eru vanalega dragdrottningar með eitthvað svona spes dragheiti. Og oftast eru þær þekktari sem dragnafnið. Já. Þess vegna hélt ég bara að já, hann kannski héti Paul og að dragdrottningin væri RuPaul. Já, einmitt. Allavega. Já, eitt einskot. Hann er tæpið 2 metrar á hæð. Já, hann er fáránlega. Já, eins og við sáum hana á DragCon. Já. En já, hann er 1,96 og svo alltaf í vel háum hælum þennan í dragi, svo já, vel hávaxinn. Þetta er rosalegt. En verandi einni bróðurinn í einn strákurinn í systkinahófnum þá var Ru stundum að stelast í föt systra sinna og hann sagði meðal annars sjálfur og þetta er quote: I was always RuPaul, always, even as a kid. I would dress up in my sister's clothes, in cowboy outfits, in sailor outfits. I loved putting on different costumes. Já, þannig að þetta var bara alveg frá byrjun. Já. Já, gekja. RuPaul ólst upp í Kaliforníu en þegar hann var 15 ára þá flutti hann með systur sinni Renettu til Atlanta til að læra sviðslist í Northside School of Performing Arts. Hann útskrifast þó ekki, kláraði ekki námið en þetta var samt byrjunin að öllu. Já. Í Atlanta reyndi RuPaul við sér sem söngvari og kvikmyndagerða maður á 9. áratugnum til dæmis með því að koma fram í þáttunum The American Music Show. Veistu hvað það er? Nei, aldrei veistu það. En hann komst í þá þætti með því að senda mynda sér til þeir sem framleitu þættina og biðum að fá að mæta. Já, ok. Sem hann svo fékk og endaði á að verða svona series regular. Já, það. Vel gert. Einnig var hann að performa á The Celebrity Club annarkvort sem dansari eða með hljómsveit sinni Wee Wee Paul. Wee Wee Paul. Já. Gekkjanafn. Því miður er þessi hljómsveit ekki hann virk. Já, kannski tekur hann upp Wee Wee Paul aftur. Hver veit? Akkur dragkonni. Hver veit? Bara spyrja, það hefur ekki komið fram. Var hann í dragi þá? Það eiginlega kom ekki fram. Nei. En það kemur mér ekki óvart. Nei, akkurat. Hann var einnig bakrödd fyrir Glenn Meadmore og dragdrottninguna Vaginal Davis. Þetta eru nöfnin sem við vorum búin að vera að tala um. Já, ásamt því að leika í mjög mörgum low budget myndum. Já. Og svona B-myndir í rauninni. Ég myndi eiginlega halda svona D-myndir. Ég skil. Hann er meira þess að uncredited og allt.
Já, alveg þannig. Já. Það var því nóg að gera hjá okkar manni Já. og hann hafði svo sannarlega drifkraft. Ó já. Það vantaði heldur ekki upp á sjálfsálátið á honum. Því ein leið hans til að koma sér á framfæri var að selja póstkort með mynd af sér. Þannig var hann ekki þekktur. Hann var bara... Hvað ég væri til í að eiga eitt þannig. Það var geggjað. Miðjan 9. áratuginn ákveður Rú svo að fara frá Atlanta og flytja til New York. Þar fer svona boltinn aðeins að rúlla. Já. Fleiri tækifæri í New York heldur en Atlanta. Já, veistu, ekki nema að fara að spila fyrir framan einhverju, hvað fólk sem á við vandamál að stríða varandi veðmál og svona. Það er eina krádeitt í rauninni í Atlanta. Veist þú ekki að rugla við Atlantic City? Djóki er rugla. Já, við varstum það. Ég held að Atlanta samt sé ekkert eitthvað stærri staður, sko. Nei, en við skulum ekki tala um raskatinn eina. Nei, það er rétt. Já, Atlantic City, það er náttúrulega alveg hræðilegt. Fyrsta stóra hlutverkið var sem aukadansari í tónlistamindbandi fyrir lagið Love Shack með The B-52s. Love Shack, baby Love Shack. Ég er búin að gleyma textanum, en ég man alltaf eftir að söngarinn var svona hann var basically ekkert að syngja, hann var bara að segja hluti mjög furðulegur rödd. Já, en ekki alveg í þessum tóni. Nei, en þú veist, jú, frábært ást mín. Ef þið hlusti á lagið, þá já, þið muni heyra þetta. Nei, þetta er meira svona walking down and down svona, þetta er meira þannig. Já, hann bara, sko, við skulum orðaði þannig að hann hefði ekki orðið frægur söngur í dag. Okay. Þetta var allan árið 1989. Geggjalag bæði, mælum með. Í byrjun 10. áratugarins var RuPaul mikið að vinna í skemmtanabransanum. Kom fram á klúbbum, bæði hann einn eða með fleirum. En þarna var hann þekktur undir fullu nafni. Já, RuPaul Charles þá. RuPaul Andre Charles eða RuPaul Charles, já. Það sem kom hann svo almennilega á kortið var að koma fram á Wigstock dragfestivalinu. Var því þar leiðandi einni í heimildamyndinni Wigstock the Movie. Ég hafði ekki hugmyndum að það hafi verið dragkon áður. Þetta var meira samt svona, þetta var ekki svona dragkon eins og við þekkjum í dag. Nei. Það var meira bara svona fullt af dragdrasningum að koma og performa. Já. Það var svona performance frekar heldur en það sem fólk þekkit í dag. Já. Vá, cool. Gaman að segja frá því að það var dragdrasningin Lady Bunny sem launchaði Wigstock. Það? Hún og Ru kynnast í Atlanta þegar þau bjöggu saman. Já, ok. Þau voru roommates. Vá, geggjað. En þeir sem þekki eitthvað til drag heimsins ætti að kannast við nafni Lady Bunny. Það er mikið gert grínaðin í þáttunum, Drag Race. Þannig að já, þetta er alveg ágætlega stór dragdrottning. Í kjölfarið af Wigstock varð Ru mjög vinsæll performer. Því hann þótti vera mjög flamboyant. Fannst ekki finna góð þýðing á því? Nei, ég hef aldrei heyrt þýðing á þessu orði á íslensku. En svo þar að auki var hann einnig skemmtilegur og augljóst hvað hann leiði vel á sviði. En það allan var til þess að hann var þekktur sem The Queen of New York. Já, bara svona snemma. Á sama tíma var hann mikið að vinna í tónlist og árið 1993 gaf hann út plötuna Supermodel of the World. Það var útgáfu fyrir þekki Tommy Boy sem gaf út plötuna, en það sem er sérstætt við að þeir gafu þetta út er að svona, þeir voru venjulega bara að gefa út rap. Já, það. Og svo, það er fyndið. Svo er þetta svona, tóku bara gjörsamlega 180. Já. Algjör uppeyju. Já, voru að framlega fyrir einhverja stóra, veistu? Ég tjekkaði ekki á því. Þetta er bara á hvað spyrðið og vissur. Já. Frægasta lagi á plötunni var lagið Supermodel sem heitir svo í svega You Better Work. Við kannast nú flest við þann frasa. En lagi náði 45. sæti á Billboard Hot 100 listanum. En það náði þá mestum vinsældum með mikil spilun í útvarpi og á MTV. Já. Hann verði svo einnig þekktur í Bretlandi, en hann kom fram í þáttunum Manhattan Cable
sem sýndir voru vikulega á Channel 4 stöðinni. Og skemmtilegt að segja frá því að þeir voru framleitir af World of Wonder sem einmitt sama veita og framleiðir RuPaul's Drag Race þættina. Þeir eru búin að vera svona lengi í gangi. Já. Má. Ég myndi held að þetta verið nýtt, sko. Já, nefnilega. En nýlegt. En allan varð hann svona þekktastur í Bretlandi almennilega fyrir dúettinn sem Elton John. En það gerði remake af laginu Don't Go Breaking My Heart og náði það á topp 10 listan í Bretlandi. Damn. Wow. Það er magnað. 1994 og 1995 þá tekur hann algjört leikár. En þá lék hann í myndinni Crooklyn eftir Spike Lee. Já, það er árið 1994 og svo árið 1995 kom hann fram eða lék í The Brady Bunch Movie, Blue in the Face og To Wong Fu Thanks for Everything Julie Newmar. Afsakið, hvaða hljóð var þetta? Mér fannst þetta það random, ég varð að hafa þetta inni. Ok, byrju, þú verður að lesa það senast upp fyrir mig, sko. To Wong Fu Thanks for Everything Julie Newmar. Það er furðulegt að þetta hafi ekki orðið klassík. Þetta verður svo típist eitthvað svona kvöldmynd. Pottið, sko. Hann varð svo módel fyrir MAC. Þar sem margar auglýsingar sýndu hann í fullu dragi og undirstóð I am the MAC girl. Já. Og hann var fyrsta svona andlit MAC. Fyrsta, bara punktur. Já, og var það í 7 ár. What? Ég vissi það ekki. Það er bilað. Wow. Já, hann var svo fyrsta andlit MAC. Það er bara heldur vel gert. Einmitt að ná að halda því í 7 ár. Sem dragadrottningu á þessum tíma. Ég nefnilega, það eru mjög mikið af hlutum þarna sem kom mér rosa mikið óvart, bara einmitt sérstaklega út af því hvernig tíminn var, þú veist, Já, 90s. hann er bara brautryðjandi í öllu. Já, algjörlega. Í rauninni. Og já, það er engin furða að allir bera ógeðslega mikla virðingu fyrir honum, sko. Já. Fyrsta ævisagan hans kom svo út árið 1995 og ber hún nafni Letting It All Hang Out. Góð titill. Árið 1996 byrjar hann með árið 1996 byrjaði hann svo með þættina The RuPaul Show á Vaffa 1. What, í alvegni? Gamla góða klassík Vaffa 1. Já, klassík. En þættinni voru í gangi í 2 ár. Í þáttunum var hann að taka viðtöl við fræga einstaklinga með tónlistaratriðum inn á milli. Svona svipað konsept og The Tonight Show eða Jimmy Kimmel Live. Já, ok, cool. Til dæmis mættu í þáttinn til hans Cher, Diana Ross, Nirvana, Nei. Olivia Newton-John, Geggjað. Dionne Warwick og Backstreet Boys. What? Þetta eru geggjunöfn. Oh my god. Einmitt Nirvana, það er ógeðslega svona Random. Já, Þú random. veist, Cher skilmaður. Cher, Diana Ross, Já. Dionne Warwick, það er allar. Já. Og þú veist, Backstreet Boys. Já, náttúrulega. en það voru fullt fleiri. Þetta voru bara svona helstu toppnöfnin sem ég ákvað að peka út. Mér finnst eitthvað svo þú veist, Nirvana eitthvað svo ógeðslega öðruvísi. Já, geggjað, fyrir sko. svona algjörlega left wing. Já, einmitt. Okkar allra besta Michelle Visage. Hvernig? Visage, þetta er rosa erfið. Þetta er mjög mikið af erfiðum hljóðum í einu. En hún var meðstjórnandi í þættinum. En þau hefðu einnig verið saman við útvarpsþátt á rásinni 2FKTU og þau eru svolítið svona iconic duo. Enda voru líka með podcast saman og Michelle er meðstjórnandi í RuPaul's Drag Race. Hún er ein af dómurunum. Stelpan frá New Jersey. Hún er búin að breytast helling núna en fyrir nokkrum árum þá leit hún út fyrir að vera að svona hluta til í drag. Já, 100%. Ég held að einmitt fatastílinn hennar hafi verið rosalega mikið verið ráðinn af dragsinninni, sko. Og make-upi líka alveg. Já, 100%, sko. Já, hún var náttúrulega bara í kringum dragdarlöfningu svo mikið. Já, en er það ennþá, en hún er búin að breytast helling. Já, hún er orðin miklu meira svona pared back. Já. Meða við. Einmitt. Undir lok 10. áratugarins þá gefur RuPaul svo út 2 plötur. Önnur þeirra heitir Foxy Lady og hin
Ho 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 sem var jólaplata. Gekka. Fjórða platan hans, Red Hot, kemur svo út árið 2004. Svona að tala með þetta engin tími. Nei, hann búin að vera að gefa út plötu á hverju ári held ég sko síðan 93 eða eitthvað. Það sem er satt sérstætt við þessa plötu Red Hot að RuPaul gefur hana sjálfur út í gegnum sitt eigið útgáfufyrirtæki sem heitir RuCo Inc. Árið 1999 verður RuPaul edrú en einhverjar heimildir nefna að hann hafi verið frá byrjar að fikta við eða jafnvel að reykja gras í kringum 10 ára aldur. Það er rosalega. Já, og það er ekkert búið staðfest að það væntanlega. Það er alveg nokkra heimildir sem er að segja það. Það er náttúrulega ekkert konkrétt og það er ekkert vitað þá hversu mikið eða nákvæmlega hver svona hans neysla var í hverju hann var. Nei. En hann er þá allan búin að vera edrú núna í 25 ár og hefur á þeim tíma hvorki snert fíkniefni, áfengi, nýja tóbak. Það er magna, vel gert. Kvikmyndin Star Booty kemur út árið 2007 en RuPaul okkar skrifaði handriti, framliti og leikur aðluturki í myndinni. Gekka. Please segðu mér að þetta sé Star Wars nema drag. Nei. Fun fact, þetta er í raun framhald af þríleik eða mér fannst ég ekki geta þýtt þetta vel. A low budget underground film trilogy. Já, Star Wars var þannig fyrst. Sem ber heitið RuPaul is Star Booty. Það er titillinn á öllum þríleiknum en svo heita myndinar sjálfar líka. Já. Fyrsta myndin heitir Star Booty 8 The Motion Picture og kom hún út árið 1987. Það sem ég er að ímynda mér er Barbarella með Jane Fonda sko. Mynd númer 2 heitir Star Booty 2 The Mac. The Mac? Já. Er nýbúin að lenda dilnum með Mac. Og þriðja myndin heitir Star Booty 3 Star Booty's Revenge. Mér langar svo mikið að horfa þetta núna. En myndin sem ég held að það séu æðislega slæmar sko. Það eru ekki það er eiginlega ófáanlegt. Nei, hvað sem ekki synd. En myndin sem kom út hann árið 2007 heitir Star Booty með 2 R-um vegna þess að upprunalega var þetta það low budget, reyndar zero budget, las ég eitthvað staðar, að á plakkatunum sem gerð voru fyrir myndina stóð annarkvort Star Booty eða Star Booty. Svo RuPaul ónaði þetta bara fyrir titilin á 4. myndinni. Já, þannig að 2 R. 2 R. Já, now she's angry. En já, það allan að tala um að þetta væri bara ófáarlegt. Djöfullir. Sko, ef ég verið einhvern tímann gestur á RuPaul, ekki að búast við það muni einhvern tímann gerast, bara segja, þá myndi ég spyrja hana hvort að ég geti fengið trilógíuna. En þetta er meira svona ég man það rétt að hún sé eitthvað svona agent svona fighting crimes geggja. Það er basically Barbarella. Árið 2008 byrja svo elsku bestu RuPaul's Drag Race þættirnir og var það Bibi Sahara sem vann fyrstu seríuna. Spoiler, en þeir eru búin að hafa nægan tíma. Já, 16 ár. Það er samt svo fyndið að horfa fyrstu þættina. Sko. Það er eiginlega slæmt. Ok, ef að þið ætli að byrja á RuPaul's Drag Race, ekki byrja þarna. Nei, byrja á 7. seríu. Já, 7. seríu er besta leiðin til að byrja. 5. það er líka fínt að byrja. 5. er góð sko, já. En 7. er best. Já. En drag er bara búið að þróast rosalega mikið bara á þessum 16 árum sem þættinir hafa verið í gangi. Eiginlega bara alveg rosalega. Þetta er bara eins og annar heimur þarna í fyrstu 2-3 seríunum. Já, 100% sko. Platan Champion kemur svo út árið 2009 og svona þekktasta lagi á henni er lagið Covergirl sem er mjög iconic lag. Geggja lag. Næstu ár er hann frekar mikið að vinna með að gefa út plötur
og hans bestu eru svona að koma út á þessum tíma og einnig eru Drag Race þættinir á fullu. Fyrsta spin-off serían af Drag Race sem heitir RuPaul's Drag Race All Stars kemur svo út árið 2012 og er enn í gangi. Líkt og nafni gefið til kynna þá eru þar gamlir keppendur og svona fan favorite þáttakendur úr Drag Race að keppa aftur krónuna. Árið 2014 kemur platan Born Naked út. Ru var sniðugur og notaði sjöttu og bestu seríuna eins og við hefum sagt af Drag Race til þess að kynna plötuna sem er taktík sem hann notar enn í dag. Þannig að plötuna sem hann er að gefa út í dag tengjast allar seríum af Drag Race og þá er eiginlega alltaf eitthvað verkefni. Það er vanalega að loka eða svona the finalists sem gerir eitthvað verkefni tengt einhverju lagi af plötunni. Já. Og einmitt þar hafa verið að þú veist ég er að gera sitt gera lag saman þannig séð, þú veist, ekki bítið en gera texta og syngja saman allavega í nýri seríunum. Já. Sama ár 2014 byrja hann og Michelle Visage með podcastið sitt RuPaul What's the Tea with Michelle Visage. Þetta podcast var í gangi í raun fram á COVID en síðasti þátturinn er gefin út í mars 2020. Það er svona hljómar eins og það hefur dáið. Nei, bara og það er samtalið skemmtilegt og áhugavert að hlusta á þetta podcast að því að í einhverjum af þáttunum þá eru þau að fá keppendur úr Drag Race meðan þau eru enn í Drag Race. Það var svona hluti af loka, matinu að fara í þetta viðtal með RuPaul og Michelle. Þannig, og þau gáfu þá þætti út. Þannig að það er svona áhugavert. Það er svo sannarlega búið að vera mikið í gangi hjá okkar manni. Svo sannarlega. Og er hann hverki hættur. Því árið 2015 byrjaði hann með spjallþætti lýtaaðgerðir sem hétu Good Work og sýndir voru á í sjónvarpsstöðinni. Árið 2016 var hann kynnir í þáttum sem báru nafnið Gay for Play Game Show Starring RuPaul. Það er oft svo löng nöfn á þessu. Já, þetta eru rosa löng nöfn. Og á sama tíma var hann að sjálfsögðu að gefa út plötur. Það er ein jólaplata og svo fleiri plötur í tengslu við Drag Race. Það heitir ekkert sko. Nei. Árið 2016 vann hann Primetime Emmy verðlaun fyrir Outstanding Host for a Reality or Reality Competition Program. Gekka. Sem er mjög flott fyrir dráttarningu. Nefnilega, og þú veist einmitt. Og sérstaklega dökka þá dráttarningu. Þetta er svona, hann er að, já. Hann er allavega búin að vera einmitt brautriðandi allt sitt líf í rauninni. Já. Fyrstu 8 seríunar af Drag Race hefur verið sýndar á sjónvarpsstöðinni Logo TV en svo tók VH1 við að sýna þættina sem var af hinu góða því að áhorf á fyrsta þátt seríunar tvöfölduðust frá tölunum frá seríun og undan. Þannig þá 9. sería. Það er einmitt á svipum tíma sem að þættinir verða svona sjúklega vinsælir. Okkar maður fékk svo stjörnu á Hollywood Walk of Fame þann 16. mars árið 2018 og varð fyrsta dragdrottningin til þess að fá stjörnu. Ég vissi það ekki. Það er geggjað. Og svo auðvitað er hann með vaxmynd af sér í Madame Tussauds safninu. Auðvitað. Og við minnum þessu 4 í heildina, 3 af honum í dragi og 1 ekki. Vá. Jesus. Þannig að það er eitthvað í London, ég held að 2 í London. Já. Og hinnar eru, ég náðu ekki alveg að finna hvar hinnar eru. Nei, ekki mál. RuPaul's Drag Race UK eru svo frumsýndir árið 2019. Og það er líka geggjuserja. Já, fyrsta UK-serían er gull. Já, sko eins og einu búin að segja, 7. serían er best. Ég er nefnilega á erfitt með að greina milli þessara tvekja. Já, en við einmitt fórum á Dragcon í janúar 2020 sem haldið var í London í kjölfar þeirra vinsælda sem að þættinni fengu. Að magna. Það var líka ógeðslega gaman, já. Sjúklega gaman. Við hittum Bianca Del Rio og Alice. Það geggjur, sko. Og Bag of Chips. Bag of Chips. Blue Hydrangea. Blue Hydrangea sem er æði. Boba Monet. Boba Monet, já. Æði. Allar æði.
ok, við erum kannski að tala rosa mikið. Já, ef við þekkið ekki þá vitið ekkert hvað við erum að tala. Nei, en við mælum að þið horfið á Drag Race. Að minnstakosti að fara á uppistandi á Bianca Del Rio. Já, sem í Hörpu núna í október. Ef þið eru með lausa með það út af því að hún fucking fyndin. Við getum ekki farið með neina bröndarunum hennar hér og þeir eru ótrúlega offensive. Nei, líka bara það væri ekki að finna að við segjum það. Nei, alls ekki. Það munar svo kannski einhverjir eftir þáttunum AJ and the Queen sem sýndir voru á Netflix. En RuPaul gerði þá og lék aðalhlutverkið í þáttunum. Hann einmitt svolítið að vinna með því að skrifa, framleiða, leika, allt sjálfur. Og þetta bara fínst serið. Já, þetta ekkert framúrskarandi að neinu leiti þannig, sko. En hún var skemmtileg, sko. Hún var það alveg, sko. En átti að vera fleiri seríur en hún var cancelað eftir eina. Í heildina hefur RuPaul gefið út 18 sólóplötur. Ég nefndi alls ekki allar hér í þættinum því það væri dálítið mikil upptalning. Mér finnst þetta eiginlega búið að vera nógu mikil upptalning. Það ekkert hægt að gera öðru í sér. Nei, ég er búin að reyna mitt besta en það engin smá fjöldi af plötum ofan á allt annað sem hann hefur verið að gera samhliða. Nefnilega. En þrátt fyrir velgengnina sem Drag Race hefur fengið og bara þættinir og Ru hafa fengið mikið hrós fyrir að gera LGBTQ+ meira sýnilegt í sjónvarpi og einnig að ná að gera queer sjónvarsefni vinsælt sem alveg þótt að sé árið 2024 þá það meira en að segja það er meira en að segja það. En þá hefur Ru fengið gagnrýni frá trans hluta hinsegin samfélagsins vegna þess að eins og staðan þá mega transkonur sem hafa farið í aðgerði til þess að láta breyta sér ekki taka þátt í Drag Race. Nei, var sko, þú mátt alltaf vera búin að fara í lítið aðgerðir sko, en þú mátt ekki vera búin að fara í full on, alla leið í rauninni. Nei. Þannig að eins og þú mátt ekki þá vera búin að setja á því brjóst eða eitthvað svoleiðis. Var samt ekki hún ég er búin að steinglema hvað hún heitir. Já, býtu, leið mér að klára. Okay. En já, það megi ekki taka þátt í Drag Race ef það hafa farið í breytingar. Einnig hafa þættinu verið gagnrýndir fyrir að nota orð eins og tranny og she-male. Já, sko, she-male var orðarleikur sem var verið að nota hana. Já, það var svona skilaboð sem þau fengu frá Ru, þá kom alltaf svona you got she-male. Já. En það hægt núna. Einnig verðt að nefna að margir keppendur Drag Race hafa komið út sem trans eða non-binary og þá eftir þáttöku sína. En árið 2017 var dragdrottningin Peppermint fyrsti keppandinn til þess að taka þátt sem trans einstaklingur. Já, það er rétt. Hún var byrjuð í að mig minnir hormónaferlinu en ekki búin að fara í neinar aðgerðir. Þess vegna mátt hún taka þátt. Já. Og mér finnst þetta samt þótt að við séum núna að tala gagnrýni sem að þættinir hafa fengið en þá hefur þau horfið á þættina að þetta er rosa fallegt samfélag. Já, mjög. Og sumir hafa komið út jafnvel bara sem non-binary eða kynsegin í þáttunum eða eru að segja frá okkur erfiri lífsreynslu sem þau hafa lent í eða eitthvað slíkt og það er aldrei nei, þetta er bara virkilega fallegt. Þannig að það er svo flott umhverfi. Algjörlega. Og verðist vera svona öruggt umhverfi fyrir þær. Já, sem einmitt þær hafa ekkert alltaf upplifað. Nei, alls ekki. Og það er einmitt mjög fallegt að sjá það oft að þær eru að upplifa þetta í rauninni í fyrsta skipti sumar. Já, en árið 2018 sagði RuPaul í viðtali við The Guardian að ástæðan fyrir því að post-transition trans kona myndi að öllum líkindum aldrei fá að keppa í Drag Race væri vegna þess að það væri eins og að leyfa íþróttafólk sem tæki frammistöðu bætandi lyf að taka þátt í íþróttamótum. Já. Það er allan rökin sem að Ru kemur með. Hvort maður sé sammála því eða ekki, það er annar mál. Já. Ég skil ekki þau rök persónulega. Nei. En já, þetta er rosa flókið málumni og það er ekki fyrir okkur að alls skilja og dæma.
alls ekki og bara við bara sjáum hvað verður. Algjörlega. Það kom svo út önnur ævisaga í ár 2024 ef það eitthvað að hlusta lengur seinna sem að heitir The House of Hidden Meanings. Þannig að ég mæli með. En Rue okkar hefur ekki farið einn í gegnum þetta allt saman. Því árið 1994 kynnist hann málaranum George Lebar og þeir gifta sig svo loksins árið 2017. Þeir eru í opnu hjónabandi og segir Rue að það sé vegna þess að hann vilji ekki setja hömlur eða takmörk á manneskina sem hann elskar. Þeir eiga saman 2 heimili, annað í LA og hitt búgarður í Wyoming. What, í alvörunni? Já. Vá, hvað ég bjóst ekki við því frá Rue. Nei. Kekja. Og þeir svona eiginlega skiptast 50-50. Eða sikilur, þú veist, þeir eru 50-50 í LA og Wyoming. Þetta eiginlega allt. Já. Það, ok. En ég vona að þessi þáttir hafi ekki hljóma allt og mikið svo upptalning. Nei. En bara maðurinn búin að gera það mikið yfir æfina og þetta samt það mikið á stuttum tíma. Það frekar lítið svona æskuna. Já. Þannig að hann hefur ekkert gefið mikið frá sér hvað það var þar. Nei, en svo hann bara hvergi hættur. Þannig að það mætti halda að hann hefði fleiri klukkstundir í sólarhringnum heldur en við hinn. Ég ándjók skil ekki hvernig hann fyrir að gera svona mikið, sko. Það bara, þetta rosalegt. Og svo hann hvað verða 64 ára núna í ár. Nefnilega. Lítur bara mjög út. Já, bara mjög. Örgulega eitthvað lítið að gera. Já, hann alveg búin að viðurkenna það. Já. Var hann ekki rosalega fljótur að viðurkenna það? Ég held að hann sé ekkert... Hann ekkert feiminn með það. Ekkert feiminn, sko. Nei. En þannig að þá held ég að þetta sé bara að koma hjá okkur í dag. Sko, mér langar samt að koma með eitt. Ég man ekki hvað hann heitir, ég að googla hérna. Já, hún Kylie Sonique Love sem vann 4. seríuna upprunalega og vann síðan All Stars seinna. Já. Hún var komin út sem trans og búin að fara í gegnum alla leið minni mig í All Stars. Ég eiginlega 100% af því. Ok. Þannig að já, mér langaði bara svona að bæta því inn. Þannig að þetta ekki alveg... Þetta ekki svona set in stone. Nei, alls ekki og ég held að Rue tekna sér ekkert... Nei, ég held að Rue meti bara hvert fyrir sig. Nefnilega, hvert tilfelli fyrir sig. Nefnilega. Og ég mitt man sérstaklega eftir Anna Kylie Sonique Love. Já. Mjög skemmtilega dragdrottning. En já, þetta En þetta var... Já, þátturinn í dag, þetta alveg... Þetta magna hvað hann búin að gera. Já, ég bara vona að ykkur hafi finnst þetta fræðandi og skemmtilegt og því að við vonandi lært eitthvað nýtt. Og þó að hann sé ennþá lifandi þá hann bara búin að gera svo anskotið mikið brautriðandi að hann á skilið að fá umfjöllun, sko. Já, við erum ekki bara að fara að taka eitthvað fyrir sem dáinn. Nei, alls ekki. Þú lést þetta ljóma þannig. Já, ég veit, en þú veist það er kannski margir sem búast við því. Nei, þú veist ég þetta ekki. En við við ætlum að fjalla bara allt og ekkert. Allt sem tengi sögu, manngin sögu. En þá það bara, segjum við bara takk í dag. Já, takk í dag og ef þið viljið senda eitthvað á okkur eitthvað mál sem við viljum taka eða spurningar endilega, bara sendi á okkur á sögukasti@gmail.com. Já, eða bara á Facebook eða Instagram. Sögukasti. Bara að gera. Já, en þá bara heyrustu aftur eftir viku. Já. Bye.